Vertu hjartanlega velkomin, Birta mín. Þakka fyrir svona mín. Alltaf jafn gaman að sjá þig. Já, sömulegis. Alltaf jafn gaman að vera inni í sem bleika setti og með tepolla og... Allir að sittast niður, fá sér te. Við erum alveg búin að fá alveg nokkur vídeo af tepóðsgestunum vera að fá sér te og hlusta. Það mér ekkert kærara. Ángríns. Ég ekki að grínast. Það bara ekkert eins svona... Iljar mínar hjartarætur. Að því temenningin á svona þessari kynslóð okkar og... Umuleg. Já, það ekkert. Nei, þú veist, við erum ekki náðu dugleg. Þú veist, ég segi við erum umuleg. Já. Við okkar kynslóð. En að við séum, að sé fólk að senda okkur að sé að fá sér te, ég vil bara þakka okkur fyrir. Já, ég líka. Þannig að þú veist, bara tebransinn, hann að fara upp, sko. Það hlýtur að vera, allavega á Íslandi. Ég hef allavega aldrei fengið mér jafn mikið te eins og núna eftir að byrja tebúða. Ég drakk alveg mikið te fyrir svona 8-10 og þannig, en núna kann ég bara svo mikið að meta te. Það þú veist, pældi því, ég bjó í Bretlandi í 3 ár. Pældi hvað sorglegt. Já, þú veist, pældi, ég bjó í Bretlandi í 3 ár. Pældi hvað er gott te þar. Já, og en við erum búin að vera með podcast í minna en ár og ég drakk meira. Já. Ég búin að drekka meira. Já. Ég samt bjóð með stelpur en þá hún vaknaði einhvern einasta morgun og fekk sér tebolla, þú veist, alltaf. Ég hefði alveg Bara í staðinn fyrir kaffi náttúrulega. Já, ég hefði alveg ísali getað joinað þessu lest. Gerði það ekki. Hvað að þér? Ég bara veit það ekki. En núna þegar við fyrir næst til Englands, Guð minn þá verður blessi allt önnur saga, sko. Ertu að grínast? Við verðum þarna bara í high tea all daga, sko. Við hefum farið einu sinni á þarna skets í svona high tea. En ég man ekki eftir að drukka te, við gerðum það alveg. En ég held við vorum bara frekar að draka kampaðin eða eitthvað. Já, við vorum bara eitthvað svona, eitthvað pælingur allt öðru eftir en gæðunum á teinu. Við vorum bara að pæla hvernig þessi staður væri, þetta mjög funky staður. Geggjaði staður. Mjög. Þú manstu þegar kom svona tíumbil, þetta var svona 2017, við fórum hana og svo sprakk þetta einhvern veginn, við erum bara allir á Íslandi að fara á okkar. Já, ég held að bara ándjóks. Þetta var bara svona vinsalisti. Alltaf svona sama myndin öllum minna klósuðum. Já. Fyrir þá sem ekki að setja það, getur bara að googla Sketch London. Já, þetta er mjög iconic og ef þú heldur og þú hafur ekki heyrt þetta og googlar þetta, þá veistu hvað við tala af því að allir Íslendingar hafa farað á okkar. Já. En það ekki allir sem hafa farið nefnilega high tea. Ég þekki ógeðslega margar sem hafa farið bara í lunch eða eitthvað. Já, þá farið þau hitt herbyggið. Já, græna herbyggið. Já. Ekki bleika herbyggið. Og okkar sett var svona smá inspirað af high tea sketch herbygginu. Já. 100%. Herri, ég ætla að hella upp á. Já, þakka ég fyrir. Engar undirskólar í dag? Nei, ég bara glemdi að segja þér, en þú veist. Það allt læður mig að sulla. You live and you learn. Já. Og allt það, sko. Nákvæmlega. Herru, áður við skellum okkur í topic dagsins. Já. Þá ætlum við að tala um okkar uppáhaldstyrktaraðala. Já. Byrjum á Laugarspa Organic Skincare. Og okkur langar bara að taka það fram að auðvitað allt frá þeim unisex. Já. Þannig að það getur bara hver sem nota. Þetta ekki bara fyrir stelpur og það bara getur allir nota þetta. Allir, já. Gunni til dæmis notar serumið sem hann fekk þegar hann í sem verðlaun eftir að hann kom í aukaefnisþáttinn okkar. Já. Og líka dagkremið, dag- og nætukremið. Og af því að það er svona pínur svolítið svona þykkt kremið frá þeim og það virkar mjög vel fyrir hana því að hann er með þurra húð. Mér finnst strákar bara oft vera með þurrari húð en stelpur. En það eru ekki hugsa það. Já, einmitt. Ég þarf alveg að neyða bensa í að... Er það ekki? Já. Ég er alltaf bara, hérna er C-vitamin. Einmitt. Sitt ofan í. Einmitt. En svo alltaf, þú veist, ég ger það líka, þú veist, stundum er ég svona í rútinu á baði, hann eitthvað, viltu setja mig líka? Og ég ger það. Og og hún líður alltaf vel eftir á. Já. Hann er alltaf bara, eitthvað. Og svo fyndi þið, ég sitja með möddmaskan. Já. Alltaf sérst hann. Það sérst ekki maður með rakamaskan. Og alltaf ég sitja með möddmaskan og ég kemur í herbyggju og bensi bara... Ekki ég. Ég eitthvað, hvað? Og okkur bauðstu mér ekki? Já, Gunni líka. Gunni alveg eins. Bara okkur byrja okkur má ég ekki fá líka. Þú mátt alveg fá. Ég hekk bara myndir ekki vilja. Já. En það er bara við að lesa vitlaust í aðstæður. Já, þeir eru bara að koma og fá sér og þeir eru bara að sitja á... Gera þetta sjálfur. Já, þeir eru bara að hugsa það er ekkert meira flott heldur en kallmaður sem hugsa húðina sína. Það er ekkert. Sorry. Nei. Bara ef þú ert með skincare on point, þá er ég bara, wow, þessi gæði með allt á hreinu. Ég er alveg samlega, bara eitt mesta bara svona heillandi við ándjóksmenn er bara, þeir hugsa sjálf sig, þá bara líkamlega, þú veist, ég bara tala þú veist, eru bara aktífir manneskjur, skilur. Bara góð næring. Góð næring og þannig. Og bara sjá sjálfa sig, skilur, bara raka sig þegar þú raka sig ef þeir gera það, whatever, skilur. Og
menn sem kunna, þú veist, að taka til eftir sig. Já, hjálpa okkur. Er þetta sammála? Jú. Þetta tvent bara, ef þú hugsar sjálfa þig og hugsar umhverfið þitt, bara það er heillandi. Bara snirtilegur bara á allan hátt. Já, bara allan daginn. En það er eitthvað svo ekstra við skincare. Ég 100% sammála. Ég þekki eiginlega engan karlmann sem gerir þetta. En bara því ég sé á svona TikTok og ég er bara svona, ok, bara I love you fyrir að vera bara, ok, SPF, ég er bara svona, bara, þetta er svo nett. Þetta er nett. Það eru ekki allir karlmenn sem eru bara, ég ætla að sitja á mig sólavörn og ég ætla að sitja á mig krem og ég ætla bara raki, serum, allt þetta. Ég er bara svona, þegar þú gerir þetta sem karlmenn, þá er ég bara, wow, ok. I bara appreciate you. I appreciate you 100% sko. Ég líka, þú veist, ég held að eina ástæðan okkur, þeir eru ekki að því, þú veist, það er svona margir, er bara því þeir einfaldlega vita ekki hversu mikilvægt þetta er. Nei, þeir vita ekki og þeir vilja ekki taka... upplýsingar Nei, þeir trúa því ekki. Þeir trúa ekki að þetta muni hjálpa þér eftir 10 ár, eftir 20 ár, eftir 30 ár. Þú ert að hjálpa húðinni þinni. Þú hugsa hana. En þú veist, við verðum hana bara young as fuck, skilur við, meðan þeir verða bara krumpaðir hana. Nei, við tökum það á teppið. Við tökum það á teppið, 100%. Það við setja bara svona lítið með á speilin. Bara muna. Bara rútínan, skilur. Hvað er nummer 1, 2, 3 og 4? Andurs, það er ógeðslega sniðugt. Það var bara, og setjum svona númer á flöskurnar og svona númer 1, númer 2, númer 3. Vá, hvað það er sniðugt. Og svo læra það. Já, nákvæmlega. En bara eins og því ég byrjaði með Gunnar á manni, þú veist, að ég þrýf alltaf á mér andlitið, þú veist, double cleanse á kvöldin og svo þrýf ég alltaf líka andlitið mitt á mótnana, bara alltaf, þú veist, að því að ég veit ekki, þú veist, maður gerir það bara áður maður fyrir að mála sig og eitthvað. Já, maður á að gera það, maður, þú veist, bara oljur og bara skítur af kottaverinu og alls konar. Já, þú kannski svitnar yfir nóttina og þetta verður sem það er, skilur. Það er bara svo gott að setja make-upið á fresh face. Ég skil ekki hvernig það er hægt að ekki þrýfa það. Nei, ég fatt það ekki. Það er bara meikar ekki sens. Það meikar ekki sens. En, þú veist, þegar ég var að byrja með Gunnar þá, þú veist, þá var hann bara svona, ertu að þrífa, þú veist, ég var vorum eitthvað saman á baði og hann eitthvað, það þrífa andlitið líka kvölds og svo aftur á mótana. Ég segi, já, hver er þú að þrífa andlitið þitt? Þetta fyrir 7 árum síðan og hann eitthvað, þú veist, bara þegar ég fyrir sturtu. Það er ekkert nóg. Nei, og það er líka bara að nota 7-in-1 shampooið sitt í andlitið og eitthvað. Og líka bara hvað heitt vatn, skilur, þú veist, máli blanda heitt og köldu, þú veist, mér finnst það lett svona eins og á mótnana, þá þrífum við fyrst með svona heitu og svona smá sápu, eða svona cleanser, svo setja svona kalt yfir, bara til svona loka fyrir húðin, eða fyrir daginn. Og en hann tók þetta til sín. Það er gott. Þannig að þú veist, you can persuade them. Þannig er stundum sé ég að hann vera að taka sápuna mína og nota á Já, ok. En það er bara svona þegar hann er með eina bólu. Það er svona litla bólu, hann fær ekki bólu svona. Hann er bara, ég þarf ekki skincare því ég fæ ekki bólu, ég er svona þegið. Já, allir þurfa. Já. Og svo þegar einum bólu, þá sé ég að hann vera ekki að dugla. Ég er bara svona, Bensi, þú þarf að gera þetta áður þannig að þú fór ekki bóluna. Þá myndi þessi litla bólu ekki koma. Já. Men Laugaspár Organic Skincare í unisex. Það er bara rosa einfalt fyrir alla. Já, vildum bara láta ykkur vita. Já. Þannig að ætti ekki að fara fram hjá ykkur. Og síðan annað sem er fyrir alla. Ís. Ísbúðhuppu. Ís er fyrir alla. Ágríðsamt. Bara alla aldurshópa. Já. Ég þarf að taka ömmu að smakka tepasörfin. Já. Hvað ég er ekki búin að því. Já, maður þarf að gera það. Eða bara fara með til hennar. Já, ég segi það. Oh my god, alveg búin að neglekta að gefa ömmu ísinn, sko. Já. Það er ekki nóg gott. Nei. Erstu búin að gefa ömmu þinni? Nei. Ekki þú verið eitthvað svona. Nei. Þú verið líka að taka þetta til þín. Ég tekið þetta til mín, sko. Fara með til ömmu og afa. Já. Ég er svona búin að taka næstu alla aðra, sko. Já. Þú er búin að duglega. En það er náttúrulega bara búið að vera COVID og eitthvað, þú veist, að maður verið svona mikið að halda sig heima bara eins, sko. En þegar maður kíkir heimsók, maður getur sett hann til þeirra allavega. Já. Þú getur alveg farið inn og fengið eitthvað ís með ömmu, sko. Það er bara ekki allir sem vilja vera að hitta fólk. Já, ok, true. Það er bara ekki mitt val. Nei. En ekki gefinni ömmu hafa kost og völ. Fer bara með refin fyrir fram og segja. Það er eftir andaðir. Já. You shall eat it. Algjörlega. En já, það er sko bara, líka bara bragðar yfir. Ég held að ég byrja fyrir eitthvað seint að fá mig bragðar yfir. Já, ég hef alltaf verið mikið krakki, sko. Já. Kom bara ís með dífu og það var ekki fyrir en ég var svona úlingur og það var bara svona nett að fara í ísbúðina. Já, fá sér bragðar. Já. Það er game changer, sko, þegar maður áttaði sig á þeim. Ég líka elska shake. Já, þú ert mikil shake. Já, ég elska shake. Það er ekkert betra en að
fara upp í ísbúhuppu og fá sér súkulega shake. Farið súkulega shake? Já, alltaf En súkulega það shake. finnst þér hann bestur? Ég er lang. Aha. Hvað veist þú, jarðabera? Já. Ég skil ekki jarðabera, sko. Ég skil ekki súkulega, sko. Mér finnst það svo Súkulega er heavy. alltaf classic, en jarðabera er alltaf eitthvað svona, það er ekki alveg jarðabera bragð. Nei, en Fattar mig, það er svona sætt- síróp. Já, já, Ég já. fíl ekki síróp. Nei, Þú veist, alltaf, ég get setja ekki síróp út í kaffið mitt, nei. en leið ég finnst sírópbræði, þá meika ég ekki, en með súkulega, það er alltaf bara súkulega Já, það er bara súkulega bragð, já. It doesn't fail you, þannig Nei. séð. Nei, þú veist, ég skil hvað þú meinar, en ég er jarðabærs Það er ándist bara two types of people. Það er ándjóks. fólki sem fílar súkulega shake og jarðabera shake. Það er engin eitthvað, Já, að fá elsku sér- bæði, eitthvað. eða bara eitthvað myndu shake eða eitthvað, skilju. Nei. Það er alveg mjög svona sérstak, það er svona mjög, já, lítil prósent af fólki sem fæði sér eitthvað annað. Já, það ertu rare. Já, svona banana shake, svona banana split eitthvað. Ég get alveg svona, ég get það alveg. Já, ég gæti samt ekki borða eða drukki heilan. Nei, mögulega ekki. En veistu hvað er best með shake? Svo það. Nei, það er sódavatn best. Franskar. Franskar. Já, Það er sko, guys, það er game changer. það er geðveikt. Ok, bara please, næst þegar þið eru á einhvers konar svona ef þú ert að hlusta núna, það hefur ekkert að gera farðu bíl, ég er ekki næst farðu bíl, farðu á Ísbúhaupu keftu þér annarkvært súkulega jarðabærsshake, það fer eftir bara hvor manneskuna Hvort þú ert ég eða Birta. og farðu síðan bara í næstu lúu, þú veist það sem er selt franskar. Já, það verður eiginlega svona að vera svona metrófranskar eða eitthvað. Já, það verður eiginlega að vera Svona stökkar mjóar. sko, já, pínur stökkar og mjóar. Ég get ekki ímyndað mér bara eitthvað svona sveittar sjoppufranskar ofan í shakein. Nei, en ég veit alveg þessar ykkur sjoppur með góða franskar, þannig að ég veit ekki. Já, auðvitað. En ég sé bara fyrir mér svona krumpast, fattur Já. Þú vilt ekki hafa þannig, þú vilt hafa svona smá crispy. Já. Getur sagt í sjoppugæðan. Smá Já, krispi. gæluna. Getur fengið ekstra steiktar. Já. Það gera það tvísvar. Er það hægt? Ok. Hax. Ok, litla haxið. Ok, þannig að ef þú ert að hlusta núna hefur ekkert að gera, do it. Farðu Já, bíl. það er geðveikt. Og líka, Getur við gert það bara á þeim? Já, en Það er langt veistu síðan. hvað ég var að segja? Ég held að ég get alveg gert þetta bara ein. Já, Það er örugglega alveg feitt mút, sko. true. Seta bara eitthvað uppáhaldspodcastið þetta í gang. Það er bara eitthvað einn á rúndinum. Bara með sjoppufranskar og Shake. shake. Frá Vá. ég skoðu uppi. Og líka, hvar myndur þú leggja bílnum? Til þess að borða þetta? Bílast það heima að mér. Já, það ekki. Svo ekki myndi sjá þig. Það var bara eitthvað svona einn. En ég gerði þetta svona með vinum mínum út í Bretlandi. Þá var ég að sína um eitthvað podcast á. Þá var ég búin að hlusta á eitthvað podcast. Og ég var bara eitthvað svona, oh my god, hvað er gott. Og ég bara svona, mér fannst svo góður þáttur þetta um eitthvað svona morðmál. Hann varð að heyra hann. Þannig við fórum eitthvað í bíltúr og þá fórum við, þú veist, á McDonald's eða eitthvað sem var úti og fengum okkur þetta kombo og sátum bara bíl, bara franskar og shake og hlustu podcast. Þetta var geðið skemmtilegt. Já, geðveikt. Já. Það er ekkert meira næs en eitthvað að rúnda og vera með snacks. Já, og hlusta á eitthvað saman. Já. Það er svona pínus að horfa á bíómynd saman. Það er alveg sjaldan sem maður hlustar á eitthvað podcast með einhverjum. Mjög Og það er svo sjaldan. gaman. Það er Það það. var svona að þú ert að reyna að hlæða með manneskjum sem er að tala en það er gott að vera með eitthvað líka sem er kannski Já, live in action, já, skilur já. Nákvæmlega. En já, ég hlusta stundum bensa á Joe Rogan og eitthvað. Já, nákvæmlega. Þegar erum að keyra út á landi Einmitt. og eitthvað, ekki skemmtilegt. Það er geðvig skemmtilegt. Love that. Ísbúð uppi. Shake og tepasreifurinn. Já, we love that, sko. We love that. En topic dagsins. Já, herru, það beðið þetta topic. Já. Mér finnst það skemmtilegt. Já. Skemmtilegt Við koncept. elskum það alltaf. Já, bara alltaf. Já. Af því að við erum stundum bara svona, erum við að taka eitthvað sem þeim finnst ekki skemmtilegt? Nei, bara, við heldum við höfum alltaf tekið requested topics, sko. Það Já, er mjög sjaldan alltaf. sem að það sé léleg hugmynd, sko. Hefur komið léleg hugmynd? Nei, ég held ekki. Nei, ég held ekki heldur. Ég geti að velta þessu fyrir mér. Nei. Ekki nema við höfum bara ekki séð það. Já, það geti verið. Já, og- Eða það bara já. ekki komið að því Já. ef þú ert Já. að býða eftir topiki sem þú sendir. Já. Og líka margir sem senda okkur hugmyndir að aukaefni. We love that. Það er Og- ókslega gaman. Af því að það er svo ógeðslega mikið sem þetta er að gera. Já. Þannig að það er alveg geggja að fá þær hugmyndir. Og sumar hugmyndir, þar er ekki eins góður að hinnar. Ég get alveg sagt það. Já, kannski svolítið erfiðar stundum. Já. Svona drekka ógistri, svona, já, þetta er góð pæling. Ég er aldrei verið betri. En ég er góð. En takk samt. Já. En samt kunnum við auðvitað bara alltaf að mynda. Já. Alla að senda. Herðu, já. En það sem var sendin, það var ykkur vildi fá bara þátt Courtney og Scott. Já. Iconic duo.
Já. iconic couple in the past. Iconic parents. Það vita allir hver Kourtney Kardashian og það vita allir hver Scott Disick Já. Ég held það, sko. Ég held það. Ef þú ert hér að hlusta, þá veistu það. Eflaust. Já, það mjög sterkar líkur það. Já. En ef þú veist það ekki, það náttúrulega Kourtney bara elsta systir hennar, Kim Kardashian. Og ég ætla ekki eins og útskýra hver Kim Kardashian because y'all know. Yeah, should know. Og byrja það, hvernig myndir þú útskýra Scott Disick? Scott Disick engabarn foreldra sinna sem kemur frá New York og ég tek fram engabarna því að maður sér í hegðun hans hvað hann mikið engabarn. Hann mikið, svo ókslega mikið bara svona, ég fekk allt sem ég vildi, ég var lítill. Æfattur, hann svo mikið þannig típa. Já. En já, hann svo frá New York og hann var kærasti Kourtney Kardashian og hann var bara algjör svona, þú veist, töffari þegar þau voru að byrja saman og þannig. Já, hann bassfæðir. Já, og bassfæðinar í dag, náttúrulega, en þau eru ekki saman í dag. Veistu hvað stjörnumerkið hann Nei, hvað hann? Hann Gemini, tvíburi. Okay, does not surprise me. Nei. Hann tvíburi. En já, hann bara... Ok, það kemur ekkert á óvart að hann tvíburi. Kourtney Aries, það vog, eða ekki? Nei, það hrútur. Það hrútur, já. 18. apríl. Oh my god, ef þú myndir eiga 18, það var að saman dag Kourtney. Það var æði. Já. Kourtney sko fucking fyndin. Já, við elskum Kourtney. Vá, ok, hún svona, að því ég búin að vera ímynda með hvernig hrúta kvenkinn sem okkur með skaman að svona að sjá, hún mikill karakter, sko. Já, því hún mikill karakter, sko. Á góðan hátt. I love her, Já, og stundum erfiðan, sko. Já, hún samt eiginlega bara einu minnum uppáhald, sko. Já, en hún stundum erfið, sko. Já. Vistu, ég hef alveg verið að horfa á þættina og verið bara, hvað að þér? Já. Hún stundum rosalega svona self-centered. Já. Getur verið það? Hún getur verið það. Allavega hana, Kourtney og Scott eru sem sagt fyrirhandi par, eiga saman börn í dag. Það 4 ára aldursmunur á þeim. Ok. Það bara gaman að vita. Já, bara ekki. Hvor eldri? Hún eldri. Hún eldri, já. Hún 41, hann 37. Já. Og en í dag eru þau ekki með hvort öru. Þau eru bæði nýjana maka. Já. Það ekki nýlegt hjá þeim báðum. Þessi makar sem þau eru með núna. Einmitt. En þau alveg verið með þó nokkrum á milli allavega hann. Eða síðan þau hætt saman seinast. Hún líka. Eða þú veist allavega. Já. En en við ætlum að fara yfir bara þeirra samband. Já. Hvernig það byrjaði og hvernig það var. Það var svolítið stormasamt nefnilega. Og svo bara taka stuttu umræðu, þú veist, hvað finnst okkur? Já. Eða vera saman eða vera sundur. Einmitt. Það nefnilega eiginlega stórt spurningamarki sem fólk spyr sig. Nefnilega, sko. En byrjum á byrjunni. Þau kynnast árið 2006 og í bara partíi hjá sameiginlegum vini þannig séð og þar kynnast þau. Fyndi að partíi heitir Thrown by Girls Gone Wild. Já, Joe Francis. Já. Og þau eru bara eitthvað svo wild couple eitthvað. Ándjóks og og hún Instagramaði mynd sem sagt og hún Instagramaði mynd sem var bara eitthvað The Night Me and Scott Disick met og það bara úr þessu partíi. Að það? Já. Þannig að það skemmtilegt. Já. Þannig að það að sjá það. En 2006, það svolítið mikið langt síðan, sko. En það ekki nema árið seinna sem að 2007, sem að Keeping Up byrjar. Þannig að við í rauninni höfum séð Scott frá fyrstu seríu. Það rétt. Hann var svo mikið kid í byrjun. Svo mikið kid. Hvað var hann gamall? 2007. Það hvað mörg ár síðan? 27 ár. 14 ár. Very many. Ég veit ekki. Ég veit ekki heldur. En það, þú veist, þá hann alveg bara tvítur, eða þá tvítus aldrei. Já, þau eru kringum það, sko. Já. Þannig að, þú veist, þau byrja þarna saman, þú veist, kynnast 2006, eru byrjuð saman 2007. Já. Og augljóslega sjá hann bara strax frá fyrstu seríu. Og þess vegna hann líka, þú veist, það svona situr hann svona fast í okkur. Já. Hann always been there. Já, hann ekkert, þú veist, eins og Kanye, hann kom inn gæða seint. Já, og þú veist, Reggie Bush kom og fór og Lamar Odom, skilur. Scott búin að vera þarna. Bara
always og þó þið sé ekki saman, þá hann Já, þú veist, hann núna náttúrulega bara partur af kastinu. Já. Núna vill fólk ekki sleppa því að sjá hann þrátt fyrir að þau séu lengur hann saman. Líka bara original cast Hann það. Það svo fyndið, að því að þú veist, það oft þessir kærastar fara bara, það við erum ekkert að sjá þá í þeirra bara natural habitat, skilur þó þau séu ekki með hérna konunum en hann svona eini Já. sem hefur verið þar Hann ángríns eini kallmaðurinn í fjölskyldunni sem búin að vera allan tíman Svo Rob ekkert búin að vera heldur Nei, Rob hætti í margar seríur sko. Já. En Scott eini kallmaðurinn sem hefur verið allan tíman Hann líka bara því að he loves it sko. Oh my god He really does En það sem við séð svona highs and lows hjá þessu pari sem við möttum að fara yfir en það líka allt verið broadcastað Þannig að það fylgir því svolítið að maður, þú veist að maður sé svona mikil fan að því maður veit allt einhvern veginn. Já, þetta svona aðal drama í þessum seríum einhvern veginn í til að byrja með, skilur. 100%. Þetta svona, þú veist að því að það bara strax sem að hann hélt framhjá eða eitthvað. Það var strax bara 2008 sem að hún, þú veist, sem var örugglega sýnt í annarri seríu, myndi ég segja. Það, sko. Að það sem að hún fer í gegnum síman hans og finnir símanir annað eru bara eitthvað tiny takasímar. Ég horfði á þetta eðast fyrir alveg nokkru síðan og aftur að þetta kom á Netflix. Já, fyrstu 2. Já, og það var ekki gaman. Ég var, oh my god, þetta svo fyndið að sjá þetta. Líka bara húsið þeirra. Já, húsgögnin og bara hvað allt öðruvísi. Allt öðruvísi, sko. En já, það bara strax 2008 sem að, þú veist, hún ásakan að hafa haldið fram hjá sér. Af því að hún fann þú veist, einhver SMS-skilabóð þar sem að hann að tala við einhver aðra konu. Já, og þau hættu þá eftir það. Já, hættu saman í smá tíma eftir það og gett merkilegt aðdreið, þú veist. Það svona sýnt eitthvað svona, ég búin að sjá þetta á TikTok út allt eitthvað svona TV scene that doesn't age well og það hennar Chloe, systir hennar. Er svona að sjá það? Nei. Ok, Chloe, systir hennar vera eitthvað svona sko, mér finnst, ég myndi aldrei lefa manni að halda fram hjá mér. Og það leifir engin manni að halda fram hjá. Nei, hún sagði, þú veist, þannig að því að það byrja aftur með þeim, skilur, og maður svona ekki. Þú getur ekki sagt að, þú veist, maður á að vera þessi 100%. Chloe, sko, allan daginn og ég held að séu allir þar. Það vil allir vera þar. Já. Doesn't age well bara. Nei. Þannig að það En ég stýr samt við að hún haldið samt áfram að segja þetta. Já. Not again. Já, not again. En svo 2009, það hætti þá að stutt saman 2008 þegar hún sér þessi SMS en 2009 byrjaðu aftur saman. Já. Og við sjáum það gerast í þáttunum Courtney og Kim Take Miami. Þeir eru geggjaðir. Ég elska það sko. Þá sjáum við þau svona aftur byrja dúla sér saman. En þá líka hún bara baby. I'm pregnant. Pælti, bara hvað, þú í Miami að jamma systirni eins og bara I'm pregnant. Boy. Já. So cute. So cute. So cute. En já, þannig að þau voru ekkert búin að vera lengi saman þegar fyrsta barnið kemur undir belti. Alls ekki. Þú veist, þú eru nýbyrjuð aftur eitthvað. Já, þú veist. Og þú veist, þegar hann heldur framhjá þá eru ekki heldur búin að vera eitthvað lengi saman. Nei, þú veist, valla ár þannig sé búin að þekka síðan 2006 en það tala að þau byrja að deyta 2007. Þannig að þú veist það var pínu svona on and off again eitthvað svona dæmi. Já. En desember 2009 þá kemur fyrsti drákurinn þeirra. Mason Disick. Hann var svo sætur krakki. Oh my god. Líka þú veist að því að hann fekk svo ógeðslega mikla athygli. Það er fyrsta Kardashian baby og það var broadcastað í þáttunum fæðingin eða ekki? Heldur betur sko. Það er rosalegt sko. Það var bara þú veist, maður sá hana bara taka á mótunum. Bara þú veist, here you are. Bara halló, hann er bara búin að vera í sviðsljósinu frá fæðingu. Já. Drengurinn. Pældi í því. Afmæli 14. desember. Hann er búið með þér. Mjög merkileg dagsning myndana fyrir svolítið seinna. En já, þannig að Mason Disick kemur í heiminn hana 14. desember 2009 og og þau alveg saman eftir það. Vist, alveg í smá tíma sko. Nema það kemur tímabil 2010 og þetta var líka mikið sýnt í þáttunum
þar sem að hann tekur djammið á svolítið annað level. Já, hann var party boy. Já, og þú veist, ekki bara hann heldur öll fjölskyldan á þessum tíma í kringum 2009, 2010, 2011 eina þeirra stærstu, þú veist, bara svona income, hvað segir maður, þú veist, þess að Bara þína pening. Já. var að, þú veist, halda svona að hósta partí. Já. Og þá, þú veist, var kannski One Oak sem skemmtistæður í New York. Þá bara svona, One Oak hosts party by Scott Disick. Þá mætir hann, skilur. Já, og hann var borgað fyrir að halda partí, basically. Já, basically. Til þess að fá fólkinn á staðinn. Einmitt. Og þetta var bara, þú veist, hann var ekkert einu sem var að gera þetta, þú veist, Rob var að gera þetta, Kim var að gera þetta, Courtney og Chloe, allir voru að gera þetta. Bætti ekki að vera geggjað. BFM myndi bara senda á okkur. Herri, vil ég mæta BFM og þið fáið borga fyrir það? Bara já, ekki vandamál. Auðveldasti peningur sem Búsh. Og því svo bara, þau þurfa ekki að tala allt fólki, sko. Svo setja þau bara okkur borðið þarna. Einu sem gert bara að nota mynda þeim. Já. Saman sem merki. Og þú veist, ég myndi mæta, sko, ég myndi borga með hann inn. Ertu að djóka? Ég væri fyrst. Já. Ég væri bara, hello. Bara upp í borðið annars bara, Þetta grínast. Þannig að þú veist, það var ekkert skrítið að þú veist, þau voru allir í jamsinunu en hann bara svona tók þetta eins lengra. Það bara sumir sem að bara missa sig aðeins, bara detta úr takt. Og eins og hann hefur talað seinna meir, þú veist, hann kann ekki að meðhandla áfengi alveg að vel og næsti maður kannski. Þannig að það spilaði inn í, en í svona í kringum 2010 þá var þetta alveg svona freka mikið issue. Ég man eftir atriði í Keeping Up, þar sem hann bara kemur heim eitthvað fylgilegt fullur og hún bara læsi svona baði með Mason, þetta var alveg svona pínu svona skrítið, svona heavy. Já. Það var svolítið heavy. Hann líka kýlir eitthvað speil í þættinum, já. Í Keeping Up, Courtney and Chloe Take Miami. Já. Og þá fekk hún nóg. Í bili. Þá fekk hún nóg í bili. Og það alltaf nýjar seríur þannig að Courtney og Kim Take Miami, Courtney og Chloe Take Miami og svo Courtney og Kim Take New York. Og hann alltaf að koma sér aftur inn í bara að fljúa bara til allara þessar staðsynningar. Já, þetta er bara vinnan, skilur. Já, halkilega. En já, ekki Courtney og Kim Take New York bara 2011. Þá munum við líka eftir Chris Humphries afalega vel. Það var þau flytja öll inn saman í þú veist, svona stóra íbúð í New York. Þannig að það var svolítið svona skemmtilegt. En já, þannig að 2011 þá eru þau ennþá saman og eru svona, þú veist, það var alveg svona gott tímabil svona frá 2010 til svona 2011. Eða þú veist, það kemur þarna erfið partur með drikkjuna sem hún fyrir eitthvað að rífast við hann og þú veist, allt það. Hún var samt alltaf með honum, hún hætti aldrei. Nei. Veist, og það voru allir eitthvað svona, what are you doing? Eitthvað svona, en hún var alltaf með honum, þannig í kringum þetta. En já, síðan 2011 þá tilkynnaðu að þau eiga von á öðru barni. Í þáttunum með Courtney og Kim Take New York, þá fer hann að versla en trúlónarring. Já. En svo talaðu hjónaband og hvað hann hún bara, ekki bara why mess it up? Hann bara let's get married. Já. Hvernig það gæst? Var það filler sín, þú veist, ég veit það ekki. Þetta var potted scripted, sko. Já. Hann bara farið að gera þetta, en svo kannski ekki bara hætta við út af þessu, skilur. Já, kannski þetta ástæðan hefur aldrei beðið hennar, skilur. Algjörlega. En já, þannig að 2011 tilkynnaðu þau að þau séu að fara eignast barn númer 2 og hún kemur í heiminn júlí 2012. July baby. 8. júlí. Penelope Scotland Disick. Cute. Fyrst, ég fíla millinafnið hennar. Já, Scotland. Akkur eitthvað saga baka það, veistu það? Ég hef ekki hugmynd. Örugglega. Já. Það er bara Skottland. Já. Það er Skotland fyrst, ég veit ekki. Það er alveg góð pæling, sko. Cute. Kannski er þetta eitthvað Disick megin. Því ég hef ekki heyrt af þessu Kardashian megin, sko. Já. En já, hún fættist þarna 8. júlí 2012 og hún var alltaf súper spennt fyrir nýju barni og svona bara svona, hún var oft sagt í þáttunum bara hennar stærsta
stærsti draumur og þú veist hefur alltaf verið bara að vera foreldri Já. og hún mjög opinberlega segir að það er það sem hún tekur fram yfir allt annað og hún notar að stundum svona já, svona gegn systur sínum skilur mig Já. Hérna já, þannig að 2012 kemur hún í heiminn, hún Penelope og hann var ekkert hættur að djamma þarna þú veist, þetta var alltaf eitthvað svona þú veist, maður sá alveg í þáttunum það kom eiginlega aldrei tímabil sem þau voru bara 100% happy Nei. þú veist, Það er alltaf eitthvað en svo svona nokkur moment sem að var bara svona vákvæður kjút ég veit það og það var, þú veist, það var það sem að hélt manni og maður svona man það bara mest það er svo fyndið það er ógeðslega grillað Já, það er svona, þú veist væntalega er það hún þá líka að muna það mest, skilur við? Já. Ef að við getum ekki einu svona gleymt öllu bullinu. Einmitt. Já, við gleymum því, já. Já, við gleymum því, nokkla. Þannig að þú veist, jú, það er alveg svona rough patches þarna inn á milli, en þannig eru þeir samt alltaf einhvern veginn saman, þau eru ekki mikið að hætta saman. En það er þá í 2014 sem þau tilkynna að þriðja barnið sé á leiðinni. Og hérna, hún talar um eins og það hefur verið planað. Já. En ég man samt alveg þegar hún tilkynna honum þetta í þáttunum, og nú veit maður ekki hvort það var leikið eða ekki, skilur, en hann var alveg bara wow. Kannski bara átt hann í vonaði að myndi gera strax bara leið og hún segir orðin þá er hann kannski bara, ok, þetta er þriðja barnið okkar. Já, og hann þú sást hann stundum tíma. Já, já, mjög. Þannig þú sást hann alveg, þú veist, verða pínu svona stressaður. Já. En hérna en hann Reyn strákurinn þeirra Reyn Aston Disick hann kemur 2014 14. desember Æ, alvöru sama afmælisdag á Mason Ætli það sé eitthvað anniversary sem þau voru að svo saman svo var alltaf bara saman á sama degi en þannig að já, hann kemur hann 2014 á sama degi og stórbróðsinn það er ógeðslega merkilegt Já, mjög Já, en það er ekki nema bara hverjum 6 mánuðum setna, júli 2015, þar sem að þau hætta saman. For good. Já, svona. Eiginlega, sko. Eftir 9 ára samband. Pældi því. Það er líka bara Reyn bara nýkomin. Já, hann er bara eitthvað... Hann er ekki svona eins ás? Nei, hann er bara eitthvað 6 mánuða. Já. 6-7 mánuða. Æ. Já. En ástæðan var á því að það kom ykkur myndir á yfirborðið af honum og fyrirhandi kæristinsinni í Monte Carlo það er svona romantic staður það ekki? Monte Carlo, jú þetta er ekki svona strönd og eitthvað Monte Carlo bara, þú veist, þetta er líka bara geðvitt mikið drykja spila viti ég veit ekki það, ég sé bara fyrir mér eitthvað svona strandir og eitthvað svona já en þú veist, þetta er svona ég man eftir þessum myndum þar sem náðist myndir af honum með þarna Chloe Bartoli á ströndinni í svona rúmi svona sunbed. Svona sunbed, einmitt og hérna þau voru eitthvað svona gett nálægt hvort öðru og maður sá þetta spilast út í þáttunum líka Keeping Up Já, það er alveg marga myndir líka hann að halda utanum á einhverjum stól og... en þú veist, ég veit nefnilega ekki alveg hvort það hafi verið 100% saman þegar þetta gerist að því að í þáttunum varst alveg búin að sjá þau, þú veist vera svona stígust í sundur líka hvað var hann að gera þarna með svona glænýtt barn ég veit að má alveg gera allt sem þú veist Nei, góð punktur en bara þarna Akkur í Monte Carlo, ykkur djamferð Já Þau voru á 3, ég veit það ekki Ég er ekki að dæma hann fyrir það Nei. En ég er bara svona spá Maður bara pæla Kannski eru þau bara ekki búin að vera saman og hann er bara whatever, ég fyrir bara að djama, skilur við Kannski er það hans coping mechanism bara algjörlega En það er 100% punkturinn skilur því ég nefnilega, ég held að þetta hafi ekki verið það borlingjandi að þau væri bara 100% saman Nei, annars væri hann ekki þar held ég eða ekki þessum stað Ég held ekki Nei En hann átti kannski bara eitthvað erfitt kallinn Já, hann átti mjög erfitt með það okkur, þau eru svona rocky er út af hans vandamálum eða ekki Algjörlega, og líka hann átti bara erfitt með það að þú veist Hætta djamminu? Já, og bara að þau væri að hætta saman og þá leita hann í djammið Þannig að þú veist, þetta var bara svona mikill vítarhingur sem þau voru komin í En já, þetta gerist 2015 sem hann nefst þessa myndir á honum og hérna
já, þú veist síðan þá eru þau svona já, bara búin að vera í sundur sem 2015 samt er hann ennþá bara í lífinu þeirra Já. hann alltaf bassfæðir allra barnan hennar og að sjálfsög allir í fjölskyldunum elskan samt það er umlega máli, af því að þú veist, þetta gerist þarna í það er ekkert af þessum þegar maður horfir svona rifjar þetta upp það er ekkert annað sem hann er eitthvað svona skandall þannig séu sko, nei, nema náttúrulega bara hann að drikja já, það er kannski stærsti skandallinn djámið Já. lífið bara hvað einhvern veginn hún er bara miklu meira tilbúin í að fara í fjölskyldulífið og hann er ekki tilbúin til að sleppa Hann var það ekki djamminu. þarna? Ekki þarna Nei. en þetta gerist sem þetta sumari 2015 að þessa myndi kom út og það fer bara allt bara þú veist, hann kannski hélt þau voru kannski aðeins búin að stíga sig sundur og hann kannski hélt ok, þú veist, við náum kannski að laga þetta Já, eða þú veist, þetta, eitthvað já. þannig og svo komum þessar myndir og þá er hann bara fuck, ég er búin að fuck þetta upp skilur, það Já. er ekki að fara að lagast og drikkinn hans fer í hámark þarna og það er bara í október það sama ár þar sem hann fer í fyrst skipti bara í alvörunni í meðferð Já. þú veist, það reynir virkilega bara ok, núna er þú veist og þetta var gett hefði atriði, þú veist, hann ringir þarna í, þú veist að mér minnir að hafa verið Chloe í þáttunum og bara eitthvað, þú veist, sem ég segist alltaf að fara frá mér sjálfsmorð Oh God. en sem betur fyrr fatt að hann skilur bara leita sér aðstöðar og hann gerir það, sko í október 2015 maður sér bara þú veist, í hegðunum hans hvað hún líður illa Já, það er náttúrulega líka bara mikið að vera reality TV-star skilur Vá. og allt þetta 100% þetta er eitthvað sem hann fættist ekkit inn í, Nei. skilur hann átti ekki fræja fóreldra Einmitt. eins og Courtney og þau og þú veist, hann á ekki fræ sískinni til þess að geta bánsað fram og tilbaka með þú veist pælingarnum sínum Einmitt. hann er bara settur inn í bara eitthvað stærstu fjölskyldu Bandaríkjanna Já. og svo missir hann báða fóreldra sína hana já, 2013 eða eitthvað já, minni. 2013-14 þá er hann bara einn já, það er líka það, hann er bara einn eftir inn í þeirra fjölskyldu það er enginn sem hann getur farið til og er bara, heyrðu mamma eða systir eða eitthvað skilur Já. bara, með andar svona það er sem maður vill alltaf leita til fjölskylduna sinna skilur já, og líka fyrir sérstaklega einmitt og pælir í, hann er, þú veist, allir hann er einn og Courtney hætti með honum þú Já. vilt ekkit endilega leitast í systur hennar Nei, hann fyrir hefur- aðstoð. þú veist, það er svona eins hann hefur náttúrulega alveg fólk skilur Já, svolítið. það er svona, hún líður kannski ekki þannig eins og hann hafi einhver svona safety net einhver sem, þú veist, að því að allt sem hann segir kannski við Chloe gæti alveg farið til Courtney Það er málið, skilurðu. en ef þetta væri systir hans eða mamma hans eða eitthvað, þá er það þú veist það er ekki að fara neitt og líka bara, þú veist, þau öll á þessum tíma þess að myndi kom út eru brjál út í hann Já. þú veist, við getum hann að tala Einmitt. þú veist, á hann að ringi mömmunar sem er bara, heyrðu, þú ert að særa dóttur mína Já, nákvæmlega. en Kristjánur hefur alltaf verið tekið honum sem í rauninni breyta börnunum sínum Já. og hún hefur sagt það, Einmitt. að þau byrja saman einmitt, þegar eru svo ung Já. en já, 2015 þá bara þarna, þá er þeirra sambandi í rauninni bara lokið. Það var þetta í október sem hann fór í meðferð. Já, hann fer í október í meðferð, þetta gerist þetta í júli með myndirnar júli, já og þannig að þú veist, þarna er því lokið en hann er einmitt bara eitthvað að reyna En hann í ágúst 2015 þá komur rúmurs bara sagan að Justin Bieber og Courtney sé að deyta. Já. Já. Og þau voru búin að vera að gera bara í ágúst í september eða veist, vera að hittast Er þetta rétt? Við vitum það ekki en hún hefur sagt í viðtölum að þetta sé ekki rétt. Ekki? Já. Okay. Þetta er svo ógislega mikið bara fólk segja bara já og svo þegar hún var með Justin Bieber þú veist, talaði eins og þetta sé bara svona gerðis sko, veistu hvað tengingin þeirra er? Kendall Nei, Corey Gamble sem er sem sagt kærasti Kristjánar er mögulega eiginmaður, við veitum ekki alveg hvað svipur hún kannski segja ekki We don't know en Corey er sem sagt gett fýtt félagi, vinnur innan tónlistabransans og er geðveitt góður félagi umbósmanns Bieber og hefur unni mikið með Bieber þannig að Corey er að koma í fjölskylduna þarna og er þá komið sína vini og eitthvað og Courtney er, þú veist, bara svona komin á það tímabil og hún er svona, það er náttúrulega ég alveg kannski eins að fara að djama þannig að þau eru mikið saman innum sama fólk en jú, auðvitað svo þekkistu líka gegnum Kendall en þetta var í gegnum Corey sem ég finnst að fyndi Þarna er alveg stóra aldursmunur Já. Hún er 79, hann 94 Já, það ekki Hvað, 15 ár? Já.
en við munum aldrei vita. Nei. Það lítur kannski að vera hvað hefði gerst það. Jú, ekki. Það er gaman að hugsa það. Já. Það er gaman, sko. Það er skemmtilegt twist. Já, það er skemmtilegt fyrst. En það er einmitt spurning, fyrst, þetta gerist þarna ágúst eftir bera spurning hvort að þetta hefði mitt ítt undir að Scott og bara, já, nú leitaði mér. Já, og Næstar. hann sagði við Us Weekly að hann hélt að hún var að gera þetta fyrir bara hend. Já, einmitt, þess að ná hans aðtili Já. eða svo leiðis, já. Og það er til þessi kvótar, skilur, þannig að hann trúði sér þannig. Já, já. Hann hefur trúið þessi. Interesting. Já, og svo er það 2016 í október, árið setna, Já. að þá er það orðið opinbert að hún, Courtney, er komið með nýjan kærasta sem hét hvað er þú veist, Younes eða eitthvað, sem borið fram Younes. Já, ég veit það ekki. En hérna, það er franska módelið. Já. Og þau voru í, þú veist, hún sýndi hann aðeins í þáttunum, ekki hann, en svona, þú veist, ég er að fara með honum og maður svona heyrði af honum. Já, talaði hann bara. Talaði hann, sko. Hann var ekki í þáttunum. Nei. En hérna, þetta er svona fyrsti svona alvarlegi kærastinn hennar eftir að hún og Scott eru bara búin í rauninni og hérna, þau voru í 2 ár saman, Jóns og Courtney. Það er alveg meira staple heldur en Scott og Courtney voru eitthvað tímann. Já, í rauninni. Samfleitt. En samt enda þetta heldur ekki vel. Nei, ok. Ég veit ekki þetta samband. Nei, það náðust víst líka myndir á honum. Come on. We're doing to our girl. Já. Elsku besta, hún átti ekki skilið, sko. Nei. Scott eignast ekki eitthvað svona alvöru kæristu í smá langan tíma. Nei. En er þó að deyta hinar og þessar. Já. Alveg þó nokkarar svona í 2017. Já, þú veist, hann svona tekur sér tækjarna 2015. Já. Svo er hann svona, þú veist, sést með þessari. Hann veit hann líka bara, ok, Courtney er að deyta aðra gæja, skilur. Það er svolítið svona, þú veist. Það er bara, ok, ég ætla það bara að experimenta, skilur. She's over me. Já. 2017 til dæmis, þá var hann kendu við Bellu Thorne. En hún sagði síðan... Hún er módel eða hvað er hún? Já, hún er módel og leikkona. Er hún leikkona? Já, hún er búin að leika ykkur myndum, sko. Já, ok. Mér finnst hún vera ógeðslega þekkt, en ég þekki hann ekki neitt. Ég veit ekki fyrir hvað, ég veit það. Svo hún líka eitthvað tónlistarhöfundur og eitthvað svona, hún er bara svona allt múltíkmann, held hún sé bara svolítið svona samfélagsmiðla. Já, getur verið. Þú veist, bara þekkt fyrir það, en hún einhvern veginn hefur ekkert mikið leitað en að reytarinn til okkar, sko. Nei, ég veit ekkert hann, en ég sé hann alltaf í svona fréttum og slúðrublöðum og hún OnlyFans. Já, nákvæmlega, maður nokkur sem tekið hana fyrir. Já. En ég veit ekki alveg ég veit ekki alveg hana. Ég hef ekki sé hann í neinu eða heyrst neitt, skilur, nema slúður. Já, nákvæmlega. Og bara sögur, skilur. Einmitt. En hún 97 model. En þú veist, hérna... Ég segi ekki. She's young. En svona alvöru kærastan hans Scott, þú veist, fyrsta svona alvöru kærastan hans eftir Courtney kemur eftir bara 2017 og það er vinkona okkar Sofia Richie. Já. Sem við þekkjum öll sem dóttir Lionel Richie, litla systir Nicole Richie. Þetta er crazy. Mamma vel eftir þessu, sko. Já, mér fyrst, hvað er Sofia Richie gömul? Hvað er hún 96 model? Já, minni það, veitu. Hún er 98, fyrir ekki. Já, ok. Hún er yngri við. Já. Hún er 98 model, já. Hún er líka töluvert yngri heldur en kærasta sinn. Já. Scott. En hann heldur alltaf áfram yngja. Já, hann er góður í, 97, 98, 2002, eða hvað sem hann vilja er. Förum í það eftir, sko. En já, hann byrjaði þess að það er reyla opinbert að þau sjörðin saman þarna, Sofia Richie og Scott Disick 2017. Það var pínu skrítið því að Sofia var alveg vinkona Kendall og Kylie, sko, áður. Já. Svo byrjaði hann að deyta, þá hættar að vera vinkona hennar í smá tíma. Og til dæmis mjög frægt að hann náðist mynd, ég held sem mynd rétt, hann náðist mynd af bara Scott og Sofíu, bara svona að keira. Og Kendall kommentar, þú veist hvort að TMZ að posta þessu í nús eitthvað og þá kommentar Kendall eitthvað svona, he's taking his children out. Já, svona skautal eitthvað svona á þetta. En það endur samt ekkert lengi þannig að systur hennar voru í einhverju bífi við hana, sko. Nei. Af því að síðan var hún breytt af nánustu vinkonum minna hópsins hjá Kylie. Manstu var að fara með henni í alla ferðirnar og...
Já, ég held að það bara þeir komist yfir þetta, skilur Já, það er náttúrulega smá petty, skilur Já. hann á alveg jafn mikið rétt á því að já, deyta já. og þú að sé vinkona þeirra, skilur en ég skil þær samt alveg Já, ég líka. þetta er barsfæðir Frystirinnar, já. hann er tengdur þér fjölskyldulega Já, skilur, já. þetta er ekkert bara einhver einn kærasti Nei, en svo er það aftur vinkonuna sem Já. er líka ekki steikt. kannski bara komast þar yfir það, bara svona ok, þetta er kannski aðsnáðið Já, einmitt. En það þurfti ekki að vera vinkonunar, skilur. nei, og það voru vinkonur fyrir samt Já, já, true. það voru hann að pyrra þér smá og svo bara svona ok, þetta er aðsnáðlegt, Já, þetta er það er barnalegt rétt, það er rétt. Og líka Courtney í öðru sambandi á þeim tíma, Já, þannig að þú veist svona, nákvæmlega. whatever. einmitt En þú veist, já, þau eru alveg saman í frekar langan tíma og þarna, þú veist, í kringum 2017, þannig að þegar hann er opinbera á 2018 og allt þetta, hann er opinberan sem er Sophie, þá er sambandið milli Scott og Courtney bara frekar gott. Og þau eru bara, þú veist, gett duglega að vera co-parents. já, þarna kann ég svo mikið að meta þau Já, ég aftur, líka. maður svona, þau eru cute, þau eru Já. bara svona á góðum stað og eru bara vinir Já, I love that, sko þannig að það var, þú veist, alveg mjög dúlló. En og svo eins og við umtalaðum, þá er hann alltaf í þáttunum. Allan tíman á milli. Og hann var ekkert mikið að sína Sophie, sko, þegar þau voru saman. já, Hún kom þó fyrir. já, Maður sá hann alveg eitthvað og maður heyrði hann segja nafnið hennar og svo fór hún til dæmis í ferð til Finnlands. Courtney, Scott, börnin og Sophia. ég man eftir þessu, það var weird en pældi hvað Courtney er bara pældi hvað hún er bara þroskuð I love her, sko Einmitt. Þannig, já, svo veist, er alltaf bara verið að tísa, veist, í hverju einustu seríu já, ég er verið að tísa. Það er alltaf Þegar einhvers- þau verið já. saman, þau verið saman. mér finnst það svo fyndið að þau sjá náttúrulega miklu meira en við þau sjá bara hvað þau eru alvörinu örugglega ástfangin þó þau séu ekki saman, þau bara virka ekki Nei, einmitt. það sést örugglega bara svona skínur örugglega af þeim bara 100%. Svo þannig kringum 2019, þá náttúrulega bara er hún hætt með Jóns. Það Já. var bara tveggja samband. Og hann er ennþá með Sophie. En ég menna, þú veist, eru samt ennþá vinir, skilur. Þú veit að eitt sé orðin single, hinn ekki. Og eru bara getulega að vera co-parent, sko. já, Og og eru bara duglega að vera með börnin sín saman og bara vera góðið hvort annað í rauninni. þau eru sjúklega cute Já, en það er þó ekki fyrir en hlutinni farir en ekki að breytast fyrir en bara þá 2019 aftur 2019 2020 ég held að þú veist já, 2020 far hlutinni að breytast aftur þegar þá hættir hann með Sophie. já, og hún postar hana mynd á Father's Day mynd Já. af honum og börnunum bara Happy Father's Day og hún bara ána með þennan eitthvað lukkuleg það er svo svona krútlegt eitthvað Já, það er alveg krútlegt og maður er svona oh my God. dreaming, Já, what if what if en já, 2020 hættir hann með Sophie Það held að það nú bara verið svolítið svona seinni part 2020 já, og og Courtney var hérna ekkert að deyta neitt eftir Jóns þannig sé ekkert alvarlega sko nei hún var svolítið svona að þau voru síðan eitthvað svona smá hittast aftur Jóns og Courtney sko en það er ekki fyrir núna þess að staðan er núna, 2021 að þá eru þau bæði í sambandi og hann var alveg í ammælinar Kim já og þú veist út á hvað var þetta Maldiveyjar er búið að bora annarkvort einhverju private island, eitthvað sem við veitum ekki sem hvað er nei, mitt en já, og það er bara svona fullt þarna í lokinu 2020 sem er gett cute maður séð ekki mikið saman á Instagram og þá er hann hætti með Sophie hún er hætt með hún er ekki lengur í að bendla sig við Jóns eða með honum já, þannig að þú veist það kom að svona moment sem voru bara oh my god, eru þau að fara að vera eitthvað bara ekki veist að því að hann orðin single já, þetta var svo mikið þetta var ómikið sko líka hann postaði hana myndin í desember eitthvað mynda þeim öllum fjölskyldinni og hann kapsjunar thank you Kourtney Kardashian for being the best baby maker in town já, einmitt og þú veist hvað, hann getur ekkert verið spött með neina annari konu núna sko það var skrítið hann er búin að segja bara you are the best baby maker Já. in town, það er rétt sko
þú veist bara ef mann ætlar að banna Amelia eða eitthvað skilur þau eitthvað spatt saman það var þetta kapsum alltaf til já, alltaf til screenshots they don't go anywhere sko en líka bara hvenær byrjuði hann og Amelia að deyta? Herru, það var bara í janúar 2021 já, ok, það var ekki í fyrra sem við byrjum að heyra þetta við byrjum alveg að heyra þetta fyrir jú, það var kannski desember það var Halloween það ekki? Jú, það var fyrsta þá þau sjást labba bæði inn í sama partí og það var eitthvað sem sett þetta saman já, hún var með hárkollu og eitthvað og þau voru eitthvað að Amelia og Scott og maður bara neyður og bara labba hlið ekki séns little did we know ándjóks, þannig að fyrir það sem ekki vita, hann hættir hann með Sofíu en svo einmitt koma fréttir af honum Amelia Grey en Amelia Grey Hamlin er satt dóttir Lísurinna og Real Housewives of Beverly Hills og dóttir leikarans Harry Hamlin hún er fædd 2001 19 ára og já, að koma sögurnar upp en núna í dag, eins og staðan er núna þá eru þau bara full on saman sko já. Þau eru bara postamyndum þau eru bara alveg saman sko en þarna er hann að deyta hana og samt posta þessu þannig að þarna er hann kannski ekkert eitthvað ég er bara að analysa þetta Instagram post bara, þarna er hann kannski ekkert að hugsa ok, hún er bara barsmöðu mín þetta er eitthvað alvarlegt já, fattur þau, þetta er ekki the future mother of my child af því að hann alltaf komið fjölskyldu og allt það en hún er svo ung kannski vil hún eitthvað spötn í framtíðinni en þarna er hann ekki svona pæla í hvað þessi orð já, þetta er bara overanalyzing hérna nei, þetta er 100% við erum bara svona að reyna átt okkur á stöðri við erum að spá í hvað þetta endist lengi já, Amelia og Scott já þetta endist, hvað gefum þetta að þetta byrja október 2020 heldur þú náu til október 2021? Ég held að þetta fari í sumar bara bæ, sko já, ég held að sumar, já hún er 19 ára það er að fara að koma kannski sumar og COVID og minka og gaman skilur þú? Kannski ekkert endilega gaman að vera heima að passa 3 börn það er gaman þegar það hefur ekkert annað að gera skilur en svo kannski kemur eitthvað meira og þegar þú veist, ég sé fyrir mér að Real Housewives serían kom út það er eftir að kveiki ykkur elda sko. Já, það er eitthvað eftir að koma ég vona einlega að Lísa reyna að taka þetta fyrir hún hlýtur að gera og þá kemur eitthvað meira og það bara svona svo hætti það saman en það er líka áhugavert að sjá því núna er nýja serían að byrja Keeping Up hún er byrjuð og það er alltaf verið að vitna eitthvað í svona ættu þau að vera saman og þetta hlýtur að kveikja undir því ég veit þetta er löngu tekið upp þetta hlýtur svona að kveikja undir rifrildi þeirra á milli ef ég ætti kærasta ímyndað er að vera, ég veit þetta er ekki hans beint fjölskylda þannig séð, en þetta er basically hans fjölskylda þannig að hann er að fara að kynna hana þangað inn en það er bara svo, það er alltaf svo skrítið og hún er byrjað að hitta börnin hans já þú veist þau voru út að borða saman með Mason daginn Mason fættur 2012 Mason er 2011 2009 það er 8 ár velið þeirra já, þau getur deyta eftir nokkur ár, já oh my god, það er styttra á milli þeirra heldur en á milli Scott og hennar er það ekki? Jú, ég held það sko miklu styttra en á milli Reyn var 2015 já, Penelope er 2012 og var Reyn 2014 og 15 já, 2014 það er samt styttra á milli allra barnaveldi sko. já heldur en hennar Scott, já og við erum ekki að dæma ásnýst ekki aldur skilur, en við erum bara svona að velta þessu fyrir okkur bara sér þessi samengi já, bara svona reyna átt okkur á því bara meðan alls minn, þú veist, það er bara ekki að því skilur, alls ekki en ertu ekki sammála því ef að þú veist það er verið að sjókesa þannig að þátt núna þú veist fyrir frá allan alheim og það er allir þú veist og fjölskylda þú horfir þú sem Amelia bara svona já ok þú veist það er alveg sárt sko já þetta er vond sko það er svo mikið baggage bara allir heimurinn að shippa hann og Courtney skilur og þú ert eitthvað að reyna að deyta hann og allir að dæma þig að því þú er svo ung og einmitt ákslega leiðilegt því hún er bara lukkar eins og sé bara mjög ástangin á honum það lítið hann út já. En það er samt eitthvað í gangi með Scott því að hann er eitthvað svona maður er svona pínu bara svona er hann að gangi gegnum midlife crisis bara að lita hár sér bleikt og svo hvítt og
hann er svolítið svona eitthvað svona að reyna að vera eins og hann sé að reyna að vera ungur með henni eða eitthvað, Já. veit ekki Er það ekki svona algengt svona á þessum aldri eða Það er samt ekki, hann er 37 og hann er ungur, sko. Já, en það sem tala að það geti verið sign of midlife crisis, Já. I don't know Hann er alltaf snemma í midlife crisisinum. Greinlega En Courtney, hvað er hún að gera? Jú, það kom orðrómar seint árs 2020 Já. og snemma árs 2021 að hún væri komin í hann kærasta svo staðfest hún það á valentínsdaginn en hún er með Travis Barker og fyndi ef að þið hlustuð á innsti hringur Kardashian fjölskyldunar þá töluðum við hann þar Já. að því að hann hefur alltaf verið félagi hennar þannig að þegar þessi orður að koma aftur upp núna þá var ég ekki svona þetta Já, er bara þú sagði vinir það, einmitt. Bara, Já. já, þau eru bara vinir, ég held að þetta sé ekkert. Nei, Og svo var það bara confirmed. Svo var það bara rétt. Já. en hann er sérst þekktu fyrir að vera úr hljómsveitinni Blink-182 ég persónulega þekki ekki þá hljómsveit eitthvað mikið sko Nei. en bara algjör típa svona þú Hann veist já, smá öðru típa. Já. Svona ekki, hann og Scott eru mjög ólíkir. mjög ólíkir en en já, hann var sérst trommuleikarinn fyrir hljómsveitina Blink-182 hann og Bud fyrir líka þannig að það er kannski svolítið gott líka Já. Að Kannski þú veist- bara meira svona á hennar stað, já, einhvern veginn. einmitt Það því að, já, Scott er alls ekki á, hann er alls ekki að deyta eitthvað sem samstæða hann er á Nei. eða kannski. Nei, Emilia og ekki 3 börn nei, Nei, Þú ekki veist- með börnin, en það er kannski svona á hvaða stað hann vill vera, skilur já, kannski, einmitt hvað hann kannski langar hann að vera sækjast í svona the youth skilur og jammið og ég veit ekki hvað sé að jamma náttúrulega en bara svona að vera ungur í hjarta getur verið, getur verið en við spurðum tebóðskjastna yes, ég er mjög spennt að heyra hvað þau sögðu við spurðum bara fyrsta spurningin var myndir þú vilja sjá Scott og Courtney aftur saman og það var bara já eða nei hvað heldur að sé? ég veit það, ég held að flesti sögðu já Hversu margir heldur? Geða þessu gott skot 70 70 já 86% já 14% nei ok, og setti þetta inn fyrir klukkutíma síðan, Ok. það er ekki langt síðan en það eru tæplega 300 búin að segja já Ok. og tæplega 50 búin að segja nei það er ekki margir sem segja nei Nei. greinilega. nei. en ég ákvað að tekka svona aðeins á hvort það væri eitthvað sem kemur með á mjög stuttum tíma með af hverju nei já, og það er einn sem segir því hann trýta hann ekki vel það er alveg rétt alveg rétt og þá segir önnur hún á betra skilið einhver sem worshipar hana og allt í kringum hana það er líka svolítið rétt það er rétt svo er Svo einhver góð annar sem punktur. segir Scott er leiðilegur og toxic hann er nú ekki alveg leiðilegur ok, sko, það má ekki segja hann sé leiðilegur nei hann getur verið toxic, ég sammála því og hann átti sín toxic trait en leiðilegur Nei. er eitthvað sem hann var aldrei ég veit ekki alveg þá segir einhver önnur sem betri sem vinir sem er vissilega rétt það er endur alveg geggjað Já. punktur líka svo er önnur segir þau voru svo sæt en samt freka toxic elska samt foreldrasamstarfið þeirra sammála, ógisla sammála þarna og bara einn toxic Já. og þá segir svo önnur if it's over, it's over já, og þá sagði einn they broke up for a reason vissulega það segir ein kannski alltaf eitthvað vandamál sem erfitt er að leysa hver veit það gæti verið sko það er rosalega mörg kommenti að því ég sagði líka af hverju já já, þú veist, ef þú kýrst já, af hverju af hverju já og það er rosalega mjög komment til bara að lesa nokkur ok, bara þau eru meant to be sæt saman, þau eru bara best so cute því þau eiga að vera saman þau eru svo sæt saman, cute couple þetta er allt bara eitthvað svona þau eru sæt saman, þetta er ekki meira svona sambandið, skilur nei, já bara iconic, þau eiga 3 börn saman og eru bara made for each other er það ekki pínu að spila henni? 3 börnin og fjölskyldan mér finnst ekki vera beint made for each other Nei. en þau hafa eiga alveg svona gaman saman en þau eru bara ekki aldrei verið náða að vera á sama leveli á sama tíma? já, á Nei. sama tíma já, það er einmitt þannig, þú veist, eins og það við er aldrei sáum the right time akkurat þegar hann tekur sig á og fyrir að fara í meðferð þá bara hún að djamma þú nákvæmlega veist, pældu hvað Já. það er bara þau eru aldrei á sama tíma og sama stað nei og þau eru bestu vinir Scott og náinn Kardashian fjölskyldunni sem er rétt en það þarf ekki að vera þau þurfa að vera saman nei, þau eru meant to be so cute minnum með á gömul hjón æ aldrei sé hvora þeirra jafn hamingsamt að þau voru saman það ég er ósamlega þannig já, ég líka en ok,
elska þau bara svo mikið saman, þau eru meant to be, þau passa svo vel saman, svo góðu vinir og bara eiga að vera saman. Mér finnst þau vera meant to be en Scott getur verið svo mikið pig, true. Það svo mikið true, manstu þegar þau fóru í eitthvað ferð þarna og voru bara co-parent, skilur, og veist, hann var ekki að deyta neitt og hún var ekki að deyta neitt og þau fóru öll eitthvað saman til útlanda, bara með börnin og með, þú veist, fjölskylduna hennar og eitthvað og hann flýgur bara stelp út. Því að hann bara þurfti eitthvað til að sofa hjá. Hjálp okkur, sko. Það var ekki neinn sem var merkileg fyrir honum, skilur. Það var ekki fyrir að vera neitt. Sleppti við bara í þennan tíma. Það er það sem þau voru að segja við hann. Bara the respect, skilur. Þau eru fallið saman epic, soulmates, definition of couple goals. Ok, róm okkur þar. Ok, það er ekki rétt. Nei. Alls ekki. En ég skil alveg, ef þú veist ekki alveg söguna, þá kannski lúkkaði það. Já. En fyrir Mason og Co og þau eru bara æði, þau eru soulmates, vá, þetta er bara, allir eru bara iconic, soulmates, svo hérna, eins og segir, alltaf verið mikill Scott-fan. Það er líka alltaf það. Það er líka það, sko. Við erum alltaf mikið fan af Scott. Okkur finnst hann svo fyndin. Já, og við viljum bara hafa þau saman og sjá meira, skilju, af því. Þetta er ekki, þau eru ekki alveg góð saman sem par. Skoðun mín er að fara fram og tilbaka hérna, hvort ég segi já eða nei, sko. Ég er svo mikið með þér, sko, að því að, þú veist, eins og þá er ég svona, já, ég er ekki ósátt við það að þau séu ekki saman og ég er heldur ekki ósátt við það ef þau væru saman. En það er bara út af því að við erum alltaf með Scott þrátt fyrir þau séu saman eða ekki. Ég veit það. Ef að Scott myndi bara hverfa, þá myndi hann bara out of sight, out of mind. Þá eru bara verið saman. Bara, já, eða out of sight, out of mind. Já, kannski. Já. Kannski gæti bara einhver nýr komið og við vorum bara, fyllt hjörtun okkar þar. Eins og gerðist með Lamar Odom. Skilur, maður sippaði hann alveg, sko, hann var alveg næs gæi og maður geði, þú veist. En Scott er bara svo funny. Það er málið, sko. Hann er bara svo mikill karakter, svo mikill týpuri. Svo mikill týpuri? Já. En já, þau bara allir að segja passa vel saman, meant to be, sæt saman, út af börnunum. Já, þetta er eiginlega bara allt sem við erum að hugsa, en svo hugsa maður líka þetta sem allir sem segja nei eru að hugsa, skilur. It's a struggle. Já. Við þurfum bara að fylgjast með. Við þurfum að fylgjast strangt með, sko. Mjög spennt að vinna í seríunni. Já. Ég er spennt að fylgjast með þessu. Svona, takk fyrir að ræða Scott og Courtney með mér. Bara minnst að náðu. Ég sé þig í næsta þætti. Við sjáumst næsta þætti.